Við erum mættir aftur í Hylinn í boði veiðifélagsins Nótunni 17. Renni endilega við hjá þeim félagunum og kippið ykkur sniðugu í jólabakkana. Okkur langar einnig að þakka kærlega fyrir það góðu viðtökur sem fengum við fyrsta þætti og klæjar okkur í skinninu að halda áfram. Ólafur Ragnar Garðarsson, tröllabarn og ofurveiðimaður, kíkti í Hylinn og fræsti með mér víðan völl. Ævintýri í Breiðdal, undir yfirborðsbannið í Selá, veiða.is spjallið, Húseyjarkvísl, leiðsögn út allar koppagrundir, Angling IQ, sem og nýja verkefnið Straumfjarðará. Njótið. Jæja. Velkomin í Hylinn, Ólafur Ragnar Garðarsson. Þakkaði fyrir. Hvernig ertu? Ég er vel. Þú ert Ég er alltaf vel. Þetta helviti gott, maður. Þú ert vel. Þetta skemmtileg notkun á tungunni. Já. Hvernig gott sumar? Nú erum við að taka upp í desember. Öðla smá veiði svona þreytan farin. Hvernig horfur þú tilbaka á veiðisumri? Þetta var bara æðislegt sumar eins og öll hinn sko. Já. Þetta er alltaf gaman sko. Já. Eitthvað sem svona stendur upp úr hjá þér svona persónulega? Stendur upp úr. Það var svo sem ekkert stórt sko. Það sem stendur svo sem alltaf upp, ég hef alltaf gaman að ég fer í kvíslina í september með Breta. Það er einhvern veginn alltaf tilhlökkun til þess sko og stendur alltaf fyrir sínu sko. Og það er, þú veist, einhvern veginn sjóbirtingsgiggið þar sko. Já. Leysa gátuna á hverjum degi og svona challenge sko. Þetta þið eru þarna tölvöld lengi, þannig að þetta er svona... Já, við erum hann í 11 daga með Bretahóp, sko. Og svo er ég með, þetta er kall sem ég er búin að vera gæta þarna það er búin að vera 8 ár. Byrjaði í 3 daga og var í 3 daga í nokkur ár og svo er hann í 6 daga. Svo var hann komið með 11 daga núna. Þetta er svona hans toppur, sko. Og sko það er ofta erfitt finnst manni með Breta að fá til þess að prófa eitthvað annað heldur en bara svona þetta dauðarek og erfitt að fá þá í flótholtaveðina eða tökuvarveðina eins og köllum við það nú í dag. Já. Veist, eða eru þessi gæja bara svona liberal fyrir öllu það? Já, maður fær að stjórna þeim svolítið sko. Og og ég kynna svo sem alveg játa það að þessi sjóbirtingsveiði hún er töff sko og þú veist ég er engin master í henni og þú veist ég er og maður er alltaf að læra sko en þetta snýst rosa mikið bara að pröfa sig áfram sko og það er einhvern veginn. Já, og þeir eru styggir já, eins og ég sagði, þetta er einhvern veginn þú þarft að leysa gátuna á hverjum degi sko. Og Húseyjarkvísl er náttúrulega fræg fyrir það að stærstu fiskarnir iðulega veiðast á vorin þú veist, þó séu náttúrulega klárlega í ánni þá bara liggja þér eitthvað stöður undir bakka. Já, það er náttúrulega alveg magna dæmi út af fyrir sig sko, þú veist, við erum náttúrulega búin að veiða og sleppa þarna í þú veist, 20 ár og ég meina, þú veist hún er að veiða þarna 70 til 80 cm sjóbirtinga í mörg ár sko. Og það er stærri sko, en maður á einhvern veginn eftir að svo sér eins og þú veist þessi 11 dagar sem við vorum með þess að Breta núna í haust sko, við fengum einhverja 100 fiska þar af sko 75 sjóbirtinga held ég og það var enginn í 80. Nei. Þeir poppa bara upp einhvern veginn á vorin. Já. Þetta er alveg galið, sko. Já. Og að því að maður er alltaf heyrt það að sjóbirtingurinn, sko, þú veist, hann kemur hrygnir og fer síðan aðeins út í ós og étur og kemur síðan aftur og þú veist, lifir bara lengi, sko. Já.
þannig að þú veist þetta er allt svo mikið mystería fyrir manni sko, þannig að þetta er svona einhvern veginn alltaf toppurinn sko, að ég bara skil ekki þú veist, maður bara þú veist, ég skil þetta ekki sko. Nei. Hvað þessi fiskar eru En þú veist, hvað var það sem að gera þetta, þú veist, hvernig voru það að fá 75 sjóbirtinga rúsegvill, þetta er nú ekki stóra ástöð. Herðu, það var nú svona kannski, þú veist, ekki þegar ég ætla að vera að blása eitthvað í minn eigin lúður, en svona í fyrra fór okkur að ganga þú veist, það gekk rosa vel í fyrra og hitti fyrra og fundum leið til að veiða þessi dýr, þú veist, þá svo sett fórum við að pröfa að veiða mikið á mikrotúbur og bara þessar Þetta sem var heitt 1988 Já, og maður veiðir oft á, þú veist, í laxi sko, í laxi á haustin og svona og ég og Valli frendi, við gætum þetta alltaf saman og erum alltaf að pæla og pröfa og svo bara í ykkur brýri, þú veist, ákvað ég að pröfa þetta bara þú veist, þessar mikrotúbur, ekki mikrokónar sko. Nei. Bara á flótlínu og langu taumur. Bara, þú veist, nokkru millimetrar. Já, nokkru millimetrar og nokkur hár. Og sumar þessum mikrotúbur sem maður nota, þetta er nokkur hár sko, þetta er talið hárin sko. Hér og þeir bara vildu þetta. Bara kakka sig það til bara. Bara á dauðareggi og strippi. Já, dauðareggi og þú veist, hægustrippi og svo stundum þú veist, segir við Bretana, nú sklu, þú veist, fókus þessu á laxinn og fara að strippa og svona. Svo kemur bara 75 cm sjóbirtingur og kakkar þetta strippinu sko. Mér er oft fundist eins og þegar maður er að nota þetta í laxi að eins og í litlu vatni að þetta sé virkjótt, þú veist, þegar smáflöðunar hættar að virka, þá byrja þetta að virka. Já. Og alveg ótrúlegt sko. Já. Og svo þú veist Nú erum Valli frendið ekki sáttum með það og búin að bladra hessu einn út í kosmosin maður. Nei. Hann nýtur alltaf flugurnar á baki stein sko. Hann gerir það sko, já. Nei, hann verður ekki, nei. Ég fæ símtalið sko. Já. Nei, þú veist, þetta er bara, þú veist, það er það sem er svo skemmtilegt við þetta. Ég meina, svo er þetta ekkert hvað mikrotúpa sem er. Nei. Eða hvernig sem er. Nei, eða hvernig sem er. Og svo er svo sem gaman að segja frá því að við fyrir nokkrum árum fann Valli í boxinu sínu svona mikrosneldu sem er svo sem engin geimflugvísindi, þú veist, menn búin að vera litla sneldur í mörg ár sko, en alveg þú veist svona mega litla og rosa hark og ekkert að gerast og hann pröfur þetta. Þunga eða? Nei, bara þú veist, ekkert eitthvað. Bara á plasti bara? Já, plasti með litlum kón sko, þú veist, alveg, þú veist, alveg sökk sko, og volum að veiða þetta upstream og mókveitum á það. Ekkert að gerast, þú veist, bara, þú veist, voru búin að fara, þú veist, 7-8 smáflugu umferðir yfir stað og bara reynið allan pakkan. Og þú veist, vorum búin að leysa gátuna þann daginn og það svo sem virkaði áfram og þetta fyrir 2 árum svo í fyrra þá náttúrulega hnýttu við, þú veist, 50 mikrosneldur alveg peppaðir fyrir september hálið og mókveitum á það og allir náttúrulega bara gera sama í haust en nema það þeir bara vildu því nóg að fiski áni, nóg að byrtingi áni náttúrulega, þú veist þetta var svona leini þetta var svona, þú veist, þetta var svona taka einn í lokir, skilur, þú veist, svona örugt Nei, bara vildi þetta ekki Svona er það magnasport, maður veit aldrei neitt sko, þú veist, þetta er einhvern veginn það er það sem er svo gaman við þetta, þú veist, þetta er byrja nýjan dag og og þarftur svo oft bara að leysa gátuna upp á nýtt sko Kyngja stoltinu, ekonu og... Já, það er rosa gott að gera það bara sem fyrst. Já. Þú veist ekki neitt. Nei. Og við lærðum það svo sem það var svona
í Seláni í sumar sko, það sem náttúrulega mátti ekkert við á þungt. Já, mér langaði að spyrja sérstaklega út í það. Nú vakti athygli síðasta vetur þessi nýja regla í Selá. Þú mátti ekki við á sökkvandi enda, þú mátti ekki við á þyngdarflugur. Nei. Hvernig kom þetta út? Rosa fallið pæling, sko. Og kom svo sem alveg ágætlega út. Og ágætt að taka það fram að þú nú verið að gæta þarna. Já. Fyrir það sem ekki vita. Verið að gæta þarna, síðan kom hann fyrst 2012. En ég kom kannski betri inn á eftir, en þá var þetta svona svolítið þannig, þú veist, ég mæti alltaf þannig í ágúst að gæta. Þú veist, það sem að fiskurinn svona, þú veist, göngurnar farnar að fara að hægast á göngum og fiskurinn er legin. Og þá fann maður þetta rosalega, þú veist, að því að þetta eru, þú veist, eftir hlópa alveg afburða gætar þannig fyrir austan og þú veist, rosalega góðir gætar á veiðimenn og og allir að nota, þú veist, Denni og Helgi og Valli. Já, Denni og Stebbi Hrafs og Hilmir og Stebbi Áka og þú veist, þetta eru alveg rosa flotti gæjar, sko. Og og allir að lesa gátuna á hverjum degi. Allir að rembast. Og svo bara þegar það var að líða ágúst þá, þú veist, þá fóru bara leynivopnin innan gæsalappa, þú veist, þá bara fóru það að hætta að virka, þess að maður var alltaf að virka fyrir mann, þess að maður gæti alltaf að leita því. Þannig að þá fór svona myndast heldur skemmtileg dýnamík þar sem við bara settust niður á kvöldin og við bara hnýttum nýjar flugur og yfirleitt mikrotúpur, sko. Já. Bara, þú veist, 5, 6 bara eitthvað, já, bara flippaði það í sinni eitthvað. Já, þú veist, bara eitthvað, já, akkurat. Og og svo bara fórstu með það daginn eftir út og reyndir að lesa gátuna og oftar en ekki, þú veist, virkaði eitthvað að því, sko. En ég meina að Selá skilaði bara ágætist tölum með ár annars staðar. Já. Þannig að þetta gekk, þú veist, ég er svo kannski ekki alveg, eins og ég segi, mér finnst þetta alveg falleg pæling, sko, en auðvitað hljóta að koma aðstæður sem er kalt eða mikið vatn og eitthvað þess að þú væri alveg til í að hafa einhvern intermediate taum eða smá kónet já, þú veist, eða bara, þú veist, akkurat, eða bara smá kúli rétt brjóta filmuna bara. Já, og þú veist, þú náttúrulega kannski gæta fólk sem að næri ekkit, þú veist, 25 metra köstunum inn í vindin niður annað, sko. Og leggja út teipirann taum og... Já, akkurat, og þá, þú veist, þarftu bara að redda þér. Þú veist, og þá fínt að þverkasta bara lillum Francis með lillum gón og menda til þess. Já, akkurat. Og þú veist, þú ert ekki dónakall, þú veist að það gera það, sko. Nei, þú veist, svo er náttúrulega þetta ekki þannig að þú megir ekki taka nema 2 fiska úr hil, eitthvað. Jú. Væri það ekki no limitation í sjálfu sér, sko? Jú, og það var samt svona reglan sem að mér fannst kannski mega aðeins edita að við til dæmis, ég var að gæta rosalflótti við minn. Alveg mega flottir og gátu gert allt sem maður baða og nú besta svæðinu og í Bjarna og Rauðhill og því og ekkert að gerast seinni parsvakt. Það var alveg mega erfitt. Svo komum við spurðum Bjarnarhill og komum í Bjarna klukkan 8, hann ætlaði maður bara veið til 9. Aðeins byrja að rökkva og svona. Þá bara kviknar að Bjarna. Og við bara löndum 2 fiskum strax á sko 10 mínútum. Og hann ætlaði mátt taka 4 á vakt, sko, en bara 2 var heil. Þá var helvíti leiðilegt að þurfa að labba í burtu, sko. Búin að kaldan dag og enginn að koma eftir ykkur. Nei. Og ég meina, og svo mann alltaf veðast, þetta er svona golden moment. Já, þetta var svona golden, já. Það er bara alveg, þú veist, þetta var bara rosalega moment, sko. Hvernig er að eiga við, þú veist, viðskiptavinn? Hann er alltaf búin að kaupa á þessum forsendum og allt það, en maður veitir hvað, það er allir með tilfinningar í þessu sporti, sko, og ástriðið, Já, það var kannski misjæmt, en það var svona, þú veist, eins og í þessu tilfelli, það var rosa leiðilegt, þú veist, það var svona, demitt. Já, bara upp í hús. Já. Og þú lendir ekkert oft í svona, þú veist ekki alltaf að lendi í svona momentum, sko. Þetta
þetta eru í rauninni örfá moment, þú veist þetta, hvað kallar mann þetta, magic hour eða eitthvað eða já, fara upp og svona, já, sko yfirleitt er það eiginlega bara momentið sem er bara minnst að gerast, Já, sko. já. Það er nokkri búin að fara undan kannski einhvern stað eða, já, þú veist, það er farið að kólna vel og rjúkur onni og eitthvað svona. nákvæmlega en svo bara, En svo stundum einhvern veginn, já, bara kviknar, þú bara gerist eitthvað, þú veist, það er þessi X-faktor sem maður, þú veist, veit enginum. nei, það er bara hverjum degi. Já, þannig að þú veist, mín svo sem svona kannski skoðun á þessu væri svo, kannski fara svolítið hrætt yfir þetta, en hérna eins og í miðfyrinu, þegar ég var að gæti í miðfyrinum 2009, 10, 11 það var bara samheldin grúpa á gætum. Er það ekki svolítið málum? Mælum við svolítið treystandi fyrir þessu bara, Jú. ef það er góð stemming og svona. Jú, og þú veist, það var bara, þarna kom ég ungur, þarna voru, þú veist, kanonur eins og hann Jonni og þú veist, Alejandro sem var búin að vera inn í mörg ár og þú veist, og þetta var bara svona stemmingin og þú veist, þú varst ekkert að, þú veist, þetta var bara, þú veist, já, þetta var bara stemmingin og þú bara fylgdir því, sko. Það er svona mín skoðun á því hvernig ætti að operata þetta, sko. Tengi svolítið við, ég átt svona moment í dreiffiski í sumar, sko, þú veist, mæta með kuna í heil, taka 3, Já, staðin fyrir að taka 4, ringja bara í félagann, herru, við ætlum að fara þarna. Já, Ég veit að þetta er ekki á þínu svæði, en hérna, við sjáum þið ekki, slætaði bara þarna og akkurat. allir græða. Já, allir græðar. Segjum að við hefum fengið 4 og 5, einu fiskarnir, þú veist, þá komið svona tókstreita á leiðindi í hópinn, sko. Já. Þetta eru moment líka. Þetta eru moment, sko. Og hérna, og svona, já, það er svona, það er hvernig ég myndi gera það. Þú veist, að því að hérna, ég er svo sem alveg sammála, þú veist, hérna, hluta þessu reglum, sko, eins og flótlínu og svona, mér finnst það mjög. En þú veist, eins og í svona aðstöður, sömu gætan allt sumarið og það er enginn svona að koma utan að í ykkur að Nei. mæti ykkur að keppni eða svona sig, þú Nei. veist, er ekki bara, þú veist, bara, heyrðu strákar í dag, veiðu bara á flótlínu og litla flugur. Já, og bara, þú veist, heilt yfir, sko. Svo er kannski bara annar dagar búið að regna allar nóttina og bara, heyrðu, það er smá kakó í dag, það má, Já. þú veist, Já. bara veiðið. Já, og þú veist, og einmitt, þú veist, svo lendur í því eins og var í miðfyrinu, sko, og hérna, þú veist, þú lendir í einhverju bingói, í einhverju stað, þú veist, fékkst nokkra fiska og svo bara fórstu og þú veist, leifðir hinum að njóta þess líka, sko. Svo er líka bara næsta bara staðir misjafnir, sko, það er ekkit allir staðir smáflögu yfirbórstaðir, þú veist, sumir eru stuttur og hraðir og ertu kannski að fara með eitthvað þungt og aftanfrá og eitthvað svona. Já. Þannig að þú veist, já, þetta er svona Kannski bara einhver leit óþari. einhver leiti. Já. Einhver leiti. Og svo kannski, já, En skellir pæling líka, þú veist, þetta, þú veist, það er alltaf erfitt að vera undan sínum samtíma, þú veist, það var enginn að tala við að sleppa þér 30 árum, sko. nei, akkurat. Það er alveg. Það var leiðið þeim í Vestalum þegar ég byrjaði á þessu, sko. Já, algjörlega, sko. En hérna, það þá að, já, svo bara filter og vantarlega út fólki sem að, þú veist. Já, þú þarf alltaf bara að treysta þig og veljir góða kuna og þú veist, þú gerir þetta einu sinni og gerir þetta ekki tvisvar, skilur. Nei, og þú veist, þetta er samt, þú veist, svo ertu kannski með kuna sem að, eins og ég segi, sem getur ekkert hérna, er ekkert að gera þetta nógu vel til að ná sem görum upp og hérna og erfiðar aðstæður og svona, þú veist, þá er það svo leiðilegt að geta ekki bara reddað einu. Þú veist ekki nefn breytn, eins og var bara bjarga ferðinni, sko. Já, eins og stemmingi var í miðfyrir, þú veist, það var alltaf lægi að setja hann stúmt bara alltaf þú veist, redda sig. Já, ég meina þau veist, eins og Rabbi rætti hérna við okkur, þú veist, þegar að minnka vatnið í ánum hérna vestur og austur á í miðfyrir, þú veist, setja lítinn kónil, láta hann sökka hans og strippa svo yfir það, þú veist, við erum ekki að tala um að slæða í gegnum Nei, og það er einmitt akkurat máli, sko, þú veist, það er alveg en við allavega alveg með að gera greinamun að, þú veist, á litlum þyngdum, þú veist, fransiskón, sko, þú veist, á pínlitlum þyngdum versus, sko, eða silungapúpu já, versus, sko, tómmu sneldu eða bátafrika eða eitthvað, sko. Já, 2 eða 3 tómmu einhverju. Já. Staður á stund fyrir það, en svona, það er sjálfgeft. Það er það, sko. En segðu mér hérna, þú erum ekki gamall maður. Nei. En hvar
hvar byrjar, þú veist, veiðáhuginn og hvar svona slítiru batskonum í þessu? Já, nefndar hann að rifja þetta allt upp á það, sko. Ég man rauninni, sko, ég hef alltaf haft áhuga á þessu og mér er svo sem bara verið sagt það að þegar ég var bara gutti, sko, að þá fór sér satt Avans Valla, satt langjaði minn, sem hétt líka Valli, bjó á Króknum. Já. Hann Þú ert skagfirðingur. Já, ég segist fyrir skagfirðingur. Já. 8 ára skagfirði. Já. Hann fór í ósinn á hverjum degi, ósinn á Héraðsvötnum, náði sér í silung og ég lappaði rosalega oft með honum, sko, og bara satt í fjörinu og horfði á hann, sko. Þetta var mér sagt. Já. Og þannig að ég hef einhvern veginn alltaf haft áhuga á þessu og veitir náttúrulega bara á spún, þú veist, sem gutti, sko. En þetta er svona pivot punkturinn, sko, var einhvern veginn þá var ég á 2002, hvað hefur verið þá 11 ára, þá var pabbi að fara með pappa sínum í Þórisvatn, lok ágúst. Já, upp á Hálendi. Minni í Austurbotna. Og ég man það enda mjög vel, sko. Ég suðaði alveg svaðalega til að fá að fara með. Já, náttúrulega vættalega verið eitthvað svona smá kallaferð Smá kallaferð, sko. Ekki veit að vera með eitthvað krakka þarna. Nei. Eini á, þú veist, þetta var bara svona feðgaferð hjá þeim, sko. Já. Og ég náði að suða minni það, svo sem ekki það fyrsta sem ég suðaði út. Ég náði að suða minni það og ég fekk, þá var maður bara á spún, kastöng og átti bara að ná í, þá átti pabbi fiskbú og þá bara tekin fröðbralskassi með og átti að ná í borðið. Það var líka alveg stemming þarna, þetta er sko, Þórisvatn virkjaði, það verður svaka sprenging þarna, þetta verður svona eitthvað úber veiðivatn, sko, stórir urriðar og svona áðurinn að offjölgurinn á sér stað og svo hreinistofnin, sko. Akkurat. En þá er svona, þá fekk ég flugveiðstöng lánaða, bara til að hafa með og veitum bara vel á fullt af fiski, spún og svona og svo ákveði að pröfa flugveiðstöngina. Jóðlaði því einhvern veginn út, sko, og fekk fisk á ónámsnafli. Okay. Og eftir það var ég bara farin, sko. Já. Það var bara heróísbrauti í handlegginn. Já, það var þetta bara búið fyrir mig, sko. og veittirinn síðan svo var þetta bara fluguveiði. Ég meina, þetta var 2002 eða 2003, ég man það ekki alveg og svo man ég að veturinn eftir það fór ég heimsótt til Valla og það var hann alltaf full í þessu og var nýta flugur og svona og þar man ég að hann settist niður með mér og kendi mér að nýta píkokk. Og þar nýtti ég mér fyrsta píkokk og svo bara fór ég á námskeið hjá Valla og Bjössa þegar Valli var í veiðbúðinni, náttúrulega. Já, veiðbúðinni legginn. Já, þá voru Valla og Bjössi með flugnýtinganámskeið Bjössi, getur við vastalinn í dag? Jú. Algjörmeistari. Og fór námskeið á þeim og svo náttúrulega bara, þú veist, var giftur Danvæs. Klassik, sama hér, fer með gif. Já, nákvæmlega. Og svo var bara ekkit, eins og ég segi, það var bara ekkit aftur snúið. Ég þú veist, það var náttúrulega Valli í veiðibúðin og ég hékk þarna yfir honum og þessum kanónum sem voru þarna þá, þú veist, Stebba Kristjáns og Davíð Ingo Davíð og Bjössa og Reiðöndinni, Helga og fleirum, sko, og horfði náttúrulega bara, þú veist, með stjörnur í augunum yfir þessum gæjum, sko. Og þú veist, ég man ennþá símanúmerið í veiðibúðinu við legginn. Nei. Jú, 555-6226. Og ég man mér segja, ég man ennþá, sko, gamla gemsan að Svalla, sko. Ég hringdi í hann, ég var að gera hann geðveikan, sko. Ég hringdi hann oft á dag, sko, þú veist, bara spáði einhvernum fjöðrum og ruglir, sko. Þú veist.
Ég var að gera alla geðvík í kringum mig, sko. Ég man að ég setti upp væsin inn í stofu heima og allt út í fiðri. Þetta er bara svo bjalli í hausnum á mig, sko, þú veist, það var bara, þú veist, æjóli, þú veist, þú verður ryksu eftir þér, maður, þú veist, það er allt út í fiðri hérna, maður. Líka oft þegar maður er að byrja þá er maður svona, fær einhverja frábæra hugmynd, tætir allt upp, nýtir eina, svo fær maður einhverja hugljómun og gerir eitthvað allt annað og allt dóti komið, staðan fyrir að vera skipulaður og taka hérna í 10 stykki og pakka því og 10 viðbót. Þetta var rosalegt, sko. Já, hérna, nei, svo náttúrulega bara nýtti ég rosa mikið og var rosa fanatískur, sko. Fekk svona, hvað hét hún? Redfly? Redfly. Fyrsta flugu veist ekki mér líka. Alveg klassísk, sko. 2-piece redding þá Redfly hérna. Já, en þá, sko. Já, ekki? Já, svolít greiða, maður. Og þú veist, fór síðan bara út í, þú veist, æfa flugukostin, sko. Var út á götu, eða út á svona, grasballa sem var hérna fyrir utan húsi okkar og æfði mig á hverjum degi, maður. Býrðu þá í Hafnarfirðinum? Nei, í Mosó, sko. Þannig býr í Mosó, sko. Og ég man meira að segja, sko, ég man það var það var alltaf jólaboð heima á jóladag, snjór og sutta veður. Þannig var maður alltaf, þú veist, alveg með stjörnur í augunum við Valla frænda, sko, sem var náttúrulega já. Og suðaði í honum að þetta laga aðeins í kastinu, bara að koma út með mér. Á jólabóðinu? Jólabóðinu, sko. Nei. Jú. Já, þú veist, þetta var eitthvað en það snerist ekkit, það snerist allt Var ekkit annað sem að... Nei, það var ekkit annað. Það var ekki, Amalí Frelsalans og... Nei. Og maður man nú ekki þetta mörgum jólagjöfum, sko, en ég man eftir einni jólagjöf. Það var jólagjöf frá honum frænda. Þessi jól þarna. Það sem maður, sko, gaf mér fullan pakka af hnýtingadóti, sko. Já. Þú veist, hnökkum og einhverju svona drasli, sko. Já, svona alvöru. Já. Þetta var bara eins og bensín og eld, sko. Já. Þú veist, þú veist, svo bara hnýtti ég, þú veist, aðfangað það, þú veist, ég var bara beint inn á borð og hnýtti og landforma nótt og... Ok, tekið við þetta, maður. Maður fekk yfirleitt svona eitthvað ímynd í jólagjöf eða eitthvað og bók eða eitthvað efni eða eitthvað beintinn, sko. Championship manager í tölvunni. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega, sko. Þannig að það snerist ekkert, þetta snerist allt þetta. Hvað er þetta veið á þessu tíma? Þú veist, hvert er þetta að fara með Redflyn? Sko, ég man að annar frendi minn sem heitir Halldór Óli, hann þarna var ég náttúrulega líka, kannski ég hef maður geta að koma inn á það, en það var alltaf stangó með spjall. Já, varstu með eitthvað gott í húsinu með það? Óli Birtingur. Ég er með rámar í það. Þetta er ræð, ég var svo... Vistu, þessi síða er ennþá til. Nei. Jú, ég gróf... Nei, ég trúi ekki. Það hefði aldrei sagt þetta. Ég er alltaf bara svo, sko, ég heiti ennþá Sigþór, sko. Það voru alltaf alveg... Alltaf Halli Eiríks er búin að dakka vel til í þessu, hann var alltaf aktífur ritstjóri en þetta var alltaf bara subbulegt, sko. Já, og þú veist, þarna var ég bara ungi pirrandi gæinn, sko. Og ég gleymi því aldrei. Já, það hafur glættir haldið á væri hinn gæinn Ólafur sem að vitið í stóra urðan í Þingvöllum á þessu tíma. Já. Hann er ekki búin að fá að heyra bara við þín. Nei, ég er að muna núna að ég fæ eitthvað tíman í inbox, ég meina það var inbox líka á þessu. Já, það voru enga skilaboð. Það voru enga skilaboð. Það var bara Facebook þessa tíma. Já. Og þá fekk ég skilaboð frá lofti alltaf, sem var það í Stangó. Það var í stjórn Stangó þessum tíma. Já, og hann baði símanúmerið mitt, alltaf heyri mér. Ég uppveðraðist allur, sko. Og
ég var að gleyma þessu, ég ætla ekki að gleyma þetta sko. Þú getur ekki hætt í miður á sko. Nei, og ég uppverðast að sendi náttúrulega bara síman bara, þú veist, þetta sammi sko, og Hann mæntilega ekki átt sig að þau væri bann sko. Nei, þú veist, jú, öruglega sko, ég var mega pirrandi að inni sko, alveg mega sko, þú veist, ég gerði sko þráðum Héðinsfjarðargöng, eitthvað væli við því, þú veist. Ég hef öruglega hendi kommentar til stuðnings. Shit, með að fara yfir þetta er rosalegt sko. Ég held að þú getur sko sett gamli veiði.is á Google og þá poppar þetta upp. Það er svo leiðis. En þú ætti að logga inn sko, ég gat myndi gamla. Sem betur við mann ég það ekki. En ertu með aðgangað hotmailinu gamla þá getur forgotten password only69@hotmail.com Ég er ekki með það. Þetta má ekki grafa þetta upp. Nei, allavega, þá fæ ég skila bara frá loftið alltaf. Bara byrjum síma minn og alltaf heyra hann símir með eitthvað. Svo var ball í Lágafellsskóla, í grunnskólanum. Eða ballið eitthvað happening. Og ég er eitthvað að labba hann að gangana og þá ringi síminn. Það var loftur allir og ég var alltaf alveg, þú veist, ég var alltaf kjellin sko. Loftur allir frá stang og ringi kjellin sko. Já. Þá var hann bara að biðja að vera slaka aðeins á spjallinu. Aðeins svona að róa sig. Smá högg fyrir unga mann Þannig að Nei, Ég vil hafa þá örgulega margi fengi þetta símtal á sín tíma maður. Já. Það var nú nokkrir velþektir og mæti menn sem voru nú oft að segja heitir þegar voru konur í bokkuna svona helgar. Jú. Þetta var oft alveg skíðurlóðandi fram eftir nóttu. Já. Maður var bara í fjölskyldutölunni allir vatnir að sofa á tali. Fylgjast með þessu. Já. Nei, þetta var alltaf biskupinn sko. Já, Jesús. Það má ekki tala um það maður. Nei, það má ekki tala um það. Já, hann hefur nú nefnt það í þessum þættir reyndar. Já, ég myndi það sko. Já, þeir voru svona kannski að bergmála hvern annan. Já. Svo voru ég ætla nú ekki að vera að þylja upp ýmsunum eða einstaklinga. Nei. En það fóru margir hamförum. Já. Menn voru heitir, já. Tungufljótsumræðan við að sleppa. Já. Hún er fræg. Það voru hrikalega margar síður sko. Biskupinn alltaf, keyrið það fram. Já, Ingo Davíð og nei, þetta var skemmtilegt maður. En sko, það er nú oft líflegar umræður á veiðideildinni frábær á Facebook og svona, en maður hefur svona einhvern veginn, hvað maður segja, vonandi einhvern smá þroska að fara ekki alveg spólandinn í allt sko. Já, maður þarf að passa sko. Við erum á helvíti heitir sko. Já, maður má ekki gleyma því að sko, þó þessi ólíka skoðanir þá er ekki alltaf allar aðra skoðanir rangar sko. Nei. Þetta er svona kannski á það til að verða svona þetta er ómálefnalegt. Já, það er alveg rétt sko. Já. Sérstaklega gaman að fylgjast með svona skærum okkar veiðmanna á málgögn eldismanna og svo öfugt sko. Já. Það er oft veistla, ég get týnt mér í því sko, ég líti að koma þetta og ég nú til en svona ég tek hatinu ofan fyrir þeim sem að leggja í þetta sko. Já, og já. Það væri svona eins og að fara á okkur svona bara inn á okkur lokaða Facebook 7. dags aðvendist að ræða mjög svo Krist sko, hvort það sé til eða ekki. Það er bara menn eru svo að gráir fyrir játnum í þessu umræðu sko. Svaðalega En hvað er þannig að sko þegar ég spyrir hvar varst að veiða þú varst að veiða.is spjallinu að gera það brjála. Nei, ég ætla að hafa point með þessu. Ég ætla að fara að tala um veiði, hvað síðan, hinspjall síðan. Það sem ég var nú líka rosa aktífur sem Óli Birtingur. Veiði.net. Ég er smá að rugla. Ég er búin að tala um það, veiða.is. Ég held að gamla stangó sé, það er búið að farga því. Sko. Það er fyrir, ef einhver hefur aðgang að því, gagnasafn einhvers staðar, vinsalega sendi þættir post. Shit maður, það verður bara follow-up, þáttur bara að ræða það sko.
Það væri ekki að vera með hérna bara svona famous, bara svona vídeo að lesa upp sko umræðu þræðina sko. Þetta var einhvern veginn svona, þetta var náttúrulega á árdögum svona veiðasleppa var að verða svona byrja að vera norm og menn voru gríðarlega heitir. Það var verið að hætta með maðkaopnaninnar hérna í þeirra á Kjarra og Norðra og Grímsá, þú veist, það var verið að taka maðkin út alls staðar og menn voru gufu heitir. Já, menn voru rosa reiðir sko og hérna bara gott og gilt, skilur, svo sjáum við hvað við erum í dag sko. Þannig að hérna en já, það sem ég ætlaði að segja hvað ég veiði, þú veist, það var hérna þetta á veiði.is Veiði eða veiða.is ég maður ekki. Já, allavega veiða.is Já, að hérna þar var ég aktífu líka og þar pinga mig einn hérna frendi mig sem heitir Halldór Óli. Það er bara skilaboð, bara sæll Óli, þetta er nafniðin hérna frendi og hérna og býður mér að koma að veiða upp í Mjóavatni, upp á Mosfellsheiði. Já, hérna stóra bróður Reynisvatns. Reynisvatns? Þetta er á sömu heiði eða ekki? Nei, þetta er hérna hjá Stífldarsvatni, þetta er bara leiðin á Þingvelli. Já, þetta er Langavatn leiðin á. Já, það er Langavatni leiðin á, já. Og hérna, og við fórum að veiða þar og svo hérna bara engslast það þannig að hérna þá voru þessi nokkri kallar með þetta á leigu og ég kaupi mig bara inn í leiguna. Og hérna og var rosa mikið þar, þú veist lótilegt að hugsa núna hvað foreldrar manns enda skuttlamanni upp á Mosfellsheiði sko og sko skuttlamanni skila mann eftir og síðan sækja mann sko. Þetta eru 4 ferðir fyrir þau sko. Já, og hérna og þetta er ekki sko Leirvogsvatn sko, þetta er töluvert lengra og hafleikjari. Já, þetta er aðeins lengra sko og hérna, nei, þú veist maður var mikið þarna og hérna svo náttúrulega bara í Kvíslinni, í Húseyjar Kvíslinni það var strax byrjað náttúrulega með frænda og já og náttúrulega löngu svo sem fyrir það bara með hérna áður en frændi tekur það á leigu sko, þegar maður gæti bara farið hérna í Varmahlíð og keypt leigu á Silungarsvæði sko fór hérna með pappa og hérna og bræðrum mínum sko. En hérna já, þetta var Hvar kemur svo laxinn inn í þetta? Hvað er Maríulaxinn til dæmis? Maríulaxinn í Húseyjarkvísl og það var hérna 2005 þá var annar Valli sem er sem sagt hérna móður bróðir veiðbúa Valla. Já. Þetta er nóg að völlum minna. Já, nóg að völlum. Völlum og ólum. Já, nú, hvað heitir bara Vallar og ólum? En hérna, þá var hérna bróður ömmu, bróður ömmunar. Hann var að veiða í Kvíslinni og ég var bara með familíunni í Skagafirði og hann býður mér að kíkja. Og kíkja aðeins að veiða. Og ég mæti þarna og fæ að fara í Klapparill. Hann er búin að nýta, þú veist, fleiri undir flugur, sko, og sitja undir Svartan Francis og næð þar Maríulaxinu, sko. Ég var svo spenntur og stressaður að þetta mynda mér og ég drap fiskinn svo svaðalega og ég reið tálknið, þú veist, þetta er sko, það hangir allt svona, já. Klassik maður. Algjör klassik, sko. Það var Maríulaxinn, sko. Ég meina þetta hafa verið 2005 og svo svo var nú, þú veist ég var að rifja upp ég fór ekkert í margar veiðiferðir á ári. Nei. Þannig lagað, þangað til ég síðan bara 2006 að þá fer ég að kaupa með veiðileyfi bara, þú veist, í Kvíslinni og var þar með 4 hol, þú veist, 1 á vorin og svo byrjun júlí, seint í ágúst og svo í október og bara með pappa og svo náttúrulega bara 17 ára fer ég að gæta, sko. Og frekar grænn, rosa grænn í laxveiðinni. Ég held einmitt, sko, þegar ég
fyrst fekk ég til að gæta þá sko vissi ég hvað ég veitt marga laxa á æfinni sko. Ég gat talið á sko. Og það var bara eitthvað svona barnadagur í stangó einmitt eitthvað svona boðið þarna og randablí veiðislags og eitthvað svona sko. Kaupa eitthvað veiðileg í korpu með Þorgils fyrir afmælispenningana og eitthvað svona þannig að það er náttúrulega ekki auðvelt að fá aðgengi að þessu nema öðruvís en að kannski vera búin að vera óþolandi, lesa allt, nýta svona og fá tækifæri til þess að fara svo þarfst bara sénsinn sko. Það er ekkert smá peningar í spilunum og eitthvað nei. Fyrir unga menn sko. Það er nefnilega, það er alveg þannig sko. Ég fékk þetta þannig sko, ég byrjaði að gæta í Breiðdalum þresti og þannig kynnist ég Stjána Ben mikla meistara góðunur algjör meistara og mömmu leist nú ekki á það sko þá fór ég bara í maí sko og kom heim í ágúst bara tekinn bleikjan og bara allt og siðasleppingar það maður bara með súta fóðra og og ég gleymi aldrei þegar Stjáni Ben rennur upp í hlað heima og eru pikkað mig upp, það er bara að fara fyrir sumarið á einhverjum handónýtum Hilux með seiðatank í skottun og pallinum aftan í sko og mömmu leist ekkert á þetta sko fíleldur það var ekki andegi nei, það var alveg það var geggjað sko og Væntanlega fengi líka nóg að fara að veiða og svona sjálfur, þú mættir í maí og eitthvað, fara í bleikjuna og náttúrulega þú veist kynnast súta þarna sko geðveikt sko, ræðislegt sko og náttúrulega óbúslega fallit þarna og gaman að vera þarna og falli á sko og ég er náttúrulega líka bara í fullu svingi á þessum tíma er í fullu svingi er svona að reyna að reka sig við 1000 laxamarkið þannig sem kemur svo tvisvar það var eitthvað litlu seinna það veist og stóri fiskar og bara rosalega falli á og náttúrulega bara rosalega þú veist, gaman fyrir mig sem gutta að fá á Hvernig kemur það til og dettur hann inn og með Stjána og þá var þess að Halldór Óli frendi hann var að vinna fyrir Þröst á þessum tíma og redda mér þessu gigi og þetta var svo sem ekki gæta laun eins og er í dag sko það sem að breytarnir myndu kalla fishboy ert svona stundum að gæta stundum eitthvað að stúsast ert náttúrulega bara í hálfgerðu læri líka og þú veist og það er alltaf þakkláttur fyrir að fengi það tækifæri sko og ég gleymi mér aldrei sko að fyrsti laxi sem ég gætaði í þá komu þarna svisslendingar og alveg, þú veist, drölla á mig úr stressi, sko. 4 svisslendinga í bílnum. Og þá fyrir við í Ármótahill í hvað er ekki, Norðurdalsá? Tinnudalsá? Tinnudalsá, eða ekki? Tinnudalsá, já. Tinnudalsá kemur út í Norðurdalsá, held ég. Já, ok. Held ég að sé hann. En allavega, þá ég hef ekki veit þarna. Nei, en allavega, þá ég sendi, þú veist, það kunni voru svo lítið. Sendi einhvern kallan út með hits og gæði landar 105 cm hæng. Nei, þegið. Það fyrstu fiskurinn sem gætar í. Já, ég var upp á klettinum sko að horfa, sér náttúrulega tökun og allt. Jésús. Og ég man bara... Þú bara mættur á háin bara skjálfandi eða? Já. og ekki nóg með það, þá var náttúrulega kallið með fiskinn, drullustressaður og 3 aðrir svisslendingar megastressaður á bakkanum sko að öskra mig og ég með háinn, fyrsti fiskurinn sem ég gætaði í. Þeir vita náttúrulega ekki að þú ert fyrsti fiskurinn sem gætaði í. Nei. Þannig var maður bara gelinn. Og já, ég man, þú veist, ég var ekkit, þú veist, ég titraði að leiðinni heim, sko. Já. Bara stressið, sko. Ég meina, ég hef aldrei hafa 150 cm fisk, sko. Ég hef bara alveg hafa nokkra, sko. Það var það inni. Ég heldur þess að Þröstur sé ennþá nota þess að myndi auglýsingar, sko. Sem ég tók á Konika með Nolta, þarna gömlu. Konika með Nolta, maður er bara flashback. Þetta var ekkert síminn rifinu. Nei. Þannig að, algjör veist. Eldskýrn.
og þetta er gengið og ná að koma Þetta gekk, við náðum á landunum og þú veist, maður ekki að landa þú veist, hann fór niður og maður ekki að landunum á okkur malari, sko, þetta var bara grasbakki og vesen, sko Djúsis hátíð maður Já, algjör hátíð ógeðslega gaman, sko Og ertu þarna bara eitt sumar eða? Nei, ég er þarna 2 sumur og kynni síðan svo 2009, það er árið sem var Rabbi tekur við miðfyrinum Akkurat og Valli kynni mig fyrir Rabba og Jonna og og ég fyrir á veiði í miðfyrinum 2009 og gæta síðan þar nokkur hálfum í september og svo skreitast það bara þannig að ég fór síðan að gæta þar var þar allt sumari, sko, 2010 og 11 Þetta voru náttúrulega störlu ár hana fáránlegt 2009, 10, 11 alveg fáránlegt, sko 2010 sem að fyrir ykkur maður ekki 60 lagsa eða eitthvað Já, það var seinna, sko, þetta var samt, þú veist, í kringu 4.000, ég man ekki alveg tölurnar, sko þetta var samt alveg galið, sko Já, ég man að 2010 var náttúrulega sprengja ár ég man að ég var þeirra kjara að það voru í 3.900 eða eitthvað Já þetta var alveg og 2009 líka, sko, þú veist, Rabbi tekur við þessu, þú veist, þetta var alveg sem að var svona gott meðalár alls þar annars staðar nema miðfyrir á einhvern veginn bara stakka af Já, hún gerði það, sko þú veist, þetta var líka bara hann, þú veist, það var og ég meina svo örðið til náttúrulega sögur með þessar misbókanir og þetta, þú veist Já en þetta var bara ekki, þú veist, það var bara rosalega mikið að fiski hann og svo hann bara ég nú bara veit einu sinni miðfyrir á hann þá er það herrans ár 2014 sem var bara erfitt ár, þú veist, ömuleg veiði alls staðar og hann bara tekur hann sér vel að það hann bara tekur, það er eitthvað bara lagsin í 11 ásónum og miðfyrir hann bara tekur Mér finnst bara svo gott að borða flugur Já, bara eitthvað þessi svoleiðis og hann tekur aftur og aftur og þú sleppur hún og bara veður hann aftur Já, svona er þetta bara svo langt þetta er svo stórt svæði, þú veist, þú getur alltaf komið að Það held ég að sé til dæmis kýi og sko til dæmis bara á eins og Haukadalsá sem er 5 stangir og er 8 kilometrar og svo er miðfyrir á 100 kilometrar og 10 stangir Já, nákvæmlega Haukadalsá er frábær á en það líður aldrei partur á 3 tíma skiptingum sem er ekki kastað á alla staðina sem er fiskur Nei, nákvæmlega Þannig að eins og upp í miðfyrir á getur svona hvert fóruð í morgun, hvert náðu ekki að fara og svo svipaði eins og upp í Kjarrá sem er landsvæði hvert náðu ekki að fara í morgun Já Þetta er þannig, sko, og þú veist, það vissulega hjálpar alveg til, en Fyrst og verið fiskmagn, náttúrulega. Já, fiskmagn, og en svo bara er eitthvað dýnamík annað sem að, það er bara þannig að það bara, fiskurinn tekur, sko. Þetta er náttúrulega, já, þetta er, eins og við rættum nú við að rappa hérna hann kominn í daginn, þetta er náttúrulega ótrúlegt að einhvern veginn, fyrsta ár sem hann tekur á leigu, 2009, búin að vera, þú veist, hann var mitt státaði svo mikið af því að það veist, sko, alveg 1700 eða 1400 eða eitthvað fiskar árað á, sko, sem var 1400, sem var þáttalega geðið, sko. Já. Nákvæmlega. Bara, það er gott að taka á hann núna, þetta var að selja hana, og svo bara, það var eftir bara 3500, algjört rugg, sko. Já, þú veist, alveg galið, sko. En en svona þarna náttúrulega lærði ég alveg svalega mikið, þarna náttúrulega voru, þú veist, já, gæri svo Rabbi og Jonni og Alejandro og Amerikaner. Jason heitir hann ekki? Jason. Og Kristján Ævar. Nei, hann er kannski ekki hann er ekki kominn þarna, sko. Kominn sinna. En já, og bara, þú veist, geggjaður með svona gæjum, sko. Þetta er alveg, þetta er svona með betri sumrun sem maður hefur átt, sko. Já, bara mók við allir í góðu skapi og já, og bara stemming, sko. Þú veist, ekki drugl, allir samheldnir og ekki topprót, kjaftaði Nei, ekkert svoleiðis. Ekkert svoleiðis, sko. Sem er rosa næs, sko. Já, bara mikilvægt, sko. Já, þú veist, þannig að þú veist, það var ekki svona spenna, sko. Þannig að, já, það var Þú þarna í 3 sumur. Akkur ferðu þig? Menna, þú lýsir þessu
Já, enda svo fyrir austan. Já, svo einhvern veginn dett ég bara inn í Vopnafjörðin eftir þetta. Ég man sko 2011 minni mig þegar Gísli Ásgeirs tekur við Hofssoni og Selóni, Hofsson allavega Selóni líka, að þá man ég sko, þá var ég að koma í bæinn eftir 40 daga gig í miðfjörðunum sko, straight í frí, 6 daga frí eða eitthvað, 3 daga frí og ég man sko, ég var kom í bæinn bara 2 leitið eða eitthvað og ég fór eitthvað í bæ og Valli hringir í mig og ég er upp á Höfðabakkabrúnni þá var hann að gæta fyrir austan og segir mig, Óli þá vantar gæt á morgun í Hofsá getur reddað því ég bara, eins graður maður var já, mæti Býtu, segðu mér að það er flogið nei snerir bara við á Höfðabakkabrúnni og kerir á í Vopnafjörð já, Jesús byrjunaði bara í Vopnafjörð og aldrei komaður á það sko Já, ekki auðveld svona spræna til að Nei, það var alveg það er ekki eins og þetta kallast sprænu sko. Nei, þú veist, þarna var maður meiri leikari en gæt sko það var að komast í gegnum við það En þú veist, það er líka alltaf þetta að segja bara heyrðu, ég mætti þetta með dags fyrir ára ég kann alveg að veiða Já, ég fór einhvern veginn ekki þá leið sko ég reynda play it cool Shit, það er svo erfitt maður Já, en þú veist, Valli var þarna stannum og hann gat, og bara fleiri góðir og þannig að maður fekk alveg bara matreitt og niður Já, maður fekk aðstoð sko og ég meina það er ekki eins og þú þurfir að fara á meir en 2-3 staði á vaktinni þetta er náttúrulega því líka stóri staði og tekur tíma Já og bara þú veist vera kokki sko kassan út þú veist að bara aldrei lítill, alltaf stór Já svolítið þannig sko Já, ég held að nú allir sem eitthvað hafa gæta lent í þessu að þurfa að sitja svona vera smá blöðruselur og þykjast vera eitthvað sem hann er ekki sko Já, það er svona magna hvað þetta reddast oft sko eða bara reddast yfir leitt sko Já, þetta er aðal, þú maður bara ekki villast Það er nákvæmlega það Já bara mættu taktu keyrðu á staðan eins og ætlar að fara á Já ekki lendi að þurfa að snúa við og svona Nei og ég meina ég er svo sem alveg lendi í því að eitthvað tímann ég man ekki hvar ég var sko það var eitthvað rosa svo sem alveg ásum ég hefði gætað í sko en þú veist eitthvað svæði sem var inni sem maður hafði ekki verið inni áður og eitthvað svona og ég keira þarna og búin að keira fram hjá fullt á svona gatnamótum sko og enda sér kemur bara dead end bara barð Já Þetta er svo vandrarlegt moment sko Já, ég man ekki alveg hvernig ég reddaði mig út það var bara, áin hefur nú eitthvað ferst til að milli ára sko Já, kannastu þetta Ég veit lett í þessu eins og í Laxveg Kjós sem að tengir örugglega margir það, þú veist, ég hef nú alveg verið þar áður og allt svoleiðis sko en fyrstulega er þetta mikið völundarhús hvort þú kemur sko frá Meðafellsvatni eða hvort þú kemur húsmegin og svo ert að fara í eitthvað bakkahils og þú hefur kannski komið í áður sko og þú keyrir eitthvað stað þú ert bara þetta er bakkahilur þarna er bakkahilur þarna er annar, hreyfist ekki vatni sko sko það er kíkjum að þetta og svo bara sér hann stökk þeir virðast það var hreift eitthvað ég held að þetta var kíkjum næstu mig Þannig að, nei, það er í staði fyrir að segja, ég bara sorry, ég rugglaðist sko. skítur skeður sko nei, þú veist, það er maður það bara oft að redda sér, það er bara hann Já, en var þetta bara ástuð fyrstu sín, bara Vopnafjörður og þetta hraðavatn og stóra Já, það var það er enginn að kasta tvíhjöndu í miðfyrra svona, þetta er allt annar dæmi Já, þetta er svolítið annar dæmi nær breytals á Já svona í vassmagni og öðru Já, þetta er það og svo einhvern veginn þú veist bara gaman að vera með frenda fyrir austan skilur og svo förum við Valli að veiða 2012 byrjun júlí og svo bara einhvern veginn svo bara fór ég þangað einhvern veginn það var bara, þú veist, það var engin ákvörðun þetta bara gerðist Já, þetta bara svona gerðist sko og
var í Hofssoni allt sumarið 2012 og 13 aðeins í Seláni og svo bara einhvern veginn veit ég alveg hvernig það gerist en einhvern veginn á þeim tíma er maður síðan bara komið með kúna sem maður svona fylgir bara Já, ég meina það er náttúrulega svolítið stabilitet þarna, þú veist, þetta er sama fólki ár eftir ár og Já það er ekki mikið rotation og náttúrulega stendur við, það var bara autobook á ári og það náttúrulega kemst ekkert annað Nei og kynntist þarna manni sem að ég gætaði Hofssoni og fyllt honum síðan sko og þú veist, farið í Hítarana og með honum og Vastalinn og svona og svo náttúrulega bara, þú veist eignast maður fjölskyldu og barn og það gæti maður ekki gert alveg af mikið sko Nei þannig að já, þetta eskalæra svolítið þannig sko En svo þarna konar þannig tíma þú veist þarna 2014-15 þá dettur inn þetta komur að segja brainchild hér, Angling IQ sem við höfum svona hefur borðað góma bæði þegar ég talaði svona auðvitað öðrum formarkjum við Vala frændaðinn og svo Stjána Ben en þú hefur svona má maður segja, þú ert eina eitthvað sem kann að forrita og þú hefur svona drifkrafturinn í þessu svolítið, sérstaklega í seinni tíð og svo stofnaði þarna september 2014 sko og þetta var í rauninni þannig sko, þú veist, þetta forritunar gig mitt, ég fór í verkfræðinni í Háskólanum og tók eitthvað skylduafangi forritun, fannst þetta mjög ég er nörd sko, svona í grunninn og hefur gaman af kann símanúmerið á viðbúinu lækinu utan að það er ljóst og þú söggast alveg samin að þessum tvo nördisma hana og einhvern veginn sko, þú veist, hugmyndin sko kom einhvern veginn þegar ég var búin að kynnast forrituninni og svo þess að app-forritun og þá svona þá kemur þessi hugmynd að búa til app þar sem þú getur bara skráð fiskana ekkert flóknara það og svo bara kenndi ég mér eiginlega forritun til að gera þetta sko og og svona, sökti mér bara út í þetta sko og ég með mann svona fyrst þegar þetta kemur, þú veist, skrá fiskana haldur veiðina og svona, veistu hvað skrá sentimetra fengið estimeta KG og lengd og ummál veist, en mann eftir einhverju mjög random, það var eitthvað svona stangakvöld held ég, Þróttaræmilinu það var Stjáni Ben að tala þetta eldheitur held ég, haustið 2014 þá var þetta svolítið svona Instagram, veiði Instagram og þetta byrjaði þannig og þú veist og ég kom með ógeð á þessu núna sko, en þú veist, þetta var alltaf talað sko, Facebook fyrir veiðmenn og En konceptið hefur nú líka þróast mikið fyrir síðan 2014 sko. Já þetta byrjaði þannig að þetta byrjaði þannig að við ætlum að gera veiðiskráninga app og svona samfélagsmiðl Sáðu strax fyrir ykkur eins og veiðbækur og svona annað getur flyttan inn eða var þetta bara svona fyrir einstaklingin? Já, það var oft rætt sko það einhvern veginn strandaði alltaf á þú veist, netsambandi og og þetta svo sem náði ágætisflugi sérstaklega eins og þú veist á ákveðum tíma sko, eins og fyrir þú veist karpveiðmenn í Bretlandi dutti rosa mikið að neins random. Rosa random sko. En sem er náttúrulega rosa trófíveiði og þeir náttúrulega og risa bransi sko. Það er ég trú ekki að ég segi þetta sko en ég horf stundum á svona carpfishing bara maður er nörd sko en þú veist þá þeir að vel að fara veist, í einhvern poll sko og veiða einhvern 50 punda karp og þeir geta sko rakið bara með myndum sögu þessar fisks bara þú veist hann er með nafn þetta er magna sko
og þannig getur þú bara loggað inn bara, herri, ég tók Bob hérna í tjörninni hérna hann tók gula bönn það er kannski að bæta því við, það getur nefnt fiskana já, það var minn ekki þannig að en já, þetta er svo já, þetta kemur út þannig 1. apríl 2015 og rauninni horfa tilbaka núna, það voru þetta náttúrulega rosa hrátt sko og það kannski ekki mikið, þú veist, fólk var á Facebook og fólk var á Instagram þannig að þetta er miklu fleiri á Instagram, þannig að þú postar á Instagram og veistu fleiri like og svona líka effektrinskot, endorfinskot já, algjörlega og fítusarnir voru líka kannski bara, þú veist aðeins svona vanhugsað í byrjun sko og að hvað leiti? Nei, bara, þú veist, eins og með, þú veist, er einhvern veginn að það var bara form, þú veist, þetta var bara, þetta var ekkert eins og í dag, þar sem ert með svona eins meira value, þú veist, með flóðtöflur og með veiðikort og GPS-tengni og... Já, þú ert að setja allt inn sjálfur. Já. Þú veist, þegar þú skráðir fisk, þá ertu að skrifa nafnið á ánni og veiðistanum og öllu, en þú veist, nú er þetta orðið allt meira svona, þú veist, þú tekur mynda fisk eða þú veist, velur mynda fisk og þú veist, hún sækir GPS-nitan á fisknum og fyllir ána á veiðistæðin og giskar á þær tegundir sem að þetta mögulega er og þannig að þetta er orðið mikið flottar í dag sko og náttúrulega orðið bara mikið flottara með þessum veiðibókum sko. Það er svona orðið alvöru value sko. Það er heldur skemmtilegt, ég hef til dæmis, þú veist, notað þetta, þú veist, út með veiðikortin líka. Já, kortin, og þú getur, þú veist, ef þú smellir mynd, þá náttúrulega ef þú leifir það GPS-nitsi á myndina, þú getur séð bara nákvæmlega, þú veist, þú sér þekkir ekki hyljina eða sér bara, já, ég veit hann í þessum stað, því að það kemur bara blár punktur hérna á kortið. Já. Þetta er náttúrulega algjörlega brilljant og líka að geta skráð í símanum og eitthvað svona. Já, þetta er, og sko, segi fyrir mig allavega, þú veist, maður er náttúrulega búin að nota þetta síðan 2015 og þú veist, það er fítus í þessu til dæmis þar sem maður getur búið til svona trip, svona joint trip með veiðifélaginu, sko. Þannig að þú veist, skráð menn inn og... Já, þar sem þegar þú skráir fisk, að þá setja allir fiskinn í þá veiðiferð, sko. Og það er svolítið gaman að eiga þessa sögu. Algjörlega. Og þú veist, maður getur farið til dæmis bara Húseyjarkvísl 2015, 3.-7. júlí. Hvernig gekk? Og hvernig gekk, sko. Og myndir öllum fiskum, allar flugur. Já. Og þú veist, og þetta svona sýna manni það líka, sko, hvað maður lígur svaðalega, sko. Þegar árin líða. Já. Við vorum þetta að rifja upp einhverja ferð á hann sem að ég var að halda því fram að við höfum fengið 33 laxa í einhverju júníholli í Straumfirði svo var ég svona að hugsa gæti það að vera 15. til 8. júlí voruð þið kannski 23 eða voruð þið 26 Akkurát maður ætlar ekki meint að ljúga því sko. Nei, þetta bara, þú veist þetta bara hverfur saman sko. Já og það er, þú veist, það er svona fítur sem kannski ekki mikið notaður en er ógeðslega skemmtilega til dæmis sko. En mér finnst þetta líka svolítið svona að hafa fundið hilluna með þessu, ertu ekki sammála því að þú veist þessar veiðbækur svona persónulega utanumhaldið í staðin fyrir að vera að deila með öllum og fá lækin og eitthvað svona Jú, og það er rauninni það sem við erum búnir að gera, við erum búin að minnka ekki það, við erum svo sem það með feed og svona eins og Instagram með sko, en við erum að minnka fókusin svona á þetta sko og reyna að vera meira svona value-driven fyrir veiðimenn sko. Flóðatöfluna til dæmis sko. Mega það er bara mjög gaglegt sko. og líka bara eitthvað sem er vesen að fá nákvæmlega fyrir GPS-nitið bara eitthvað, ég er lengst inn í Hvammsfirði Laxárkjós næst á Höfn Stykkis, Hólmur nákvæmlega hvað er þetta lengja það er svona gárungar telja þessi 2 tíma munur sko. nákvæmlega ekki Laxárkjós, Laxárdölum en segðu mér eitt sem að ég hef ekki verið svona on the receiving end af því að vera þú veist, ef ég væri með veiðibók frá Angling IQ því að ég hef lent í því þú veist að vera með veiðibók hausti, vera með þú veist Excel-skjalið, vera að skrá inn veiðistæði, fiska
eitthvað svona getið þið í lok seasons eða getið bara meðan season getið þið fengið bara breakdown þessa viku þetta viðsælta fluginu þetta eða já. Þannig að þú hefur bara í rauntíma aðgengi að öllum þessum upplýsingum og það er algjör snild það er það og og þú veist bara hvað er besta vikan akkurat og þú veist, þú getur eins og í appunum getur filtrað þetta niður, þú getur filtrað þú veist bara þú færð til dæmis núna og tjekka á því hvernig þú veist 3. til 10. seft var í Kvíslinni 2019 sko, þú veist, í sjóbyrting það er náttúrulega geggjað sko og þetta er náttúrulega búið að gera svolítið hratt sko, þannig að þú veist og ég er náttúrulega bara einn að sjá þetta þannig að það er rosalega mikið af fítursum sem eigi eftir að koma sko. En svo líka þú veist þessu veiðikort ég hef nú merkt nokkrar árfriði og svona dropin hóla steininni að skrifa veiðstæðilýsingu og lagsaði mjögsveit en ef þú veist líka bara það þú veist að þú getur það allan að bóða upp á sirka þú veist það er veiðikort allir veiðstæðar mertir nákvæmlega svo getur þú klikka á veiðstæðin og getur séð jafnvel mynd þar sem að veiðmanni stendur þar sem það átt að standa og einhverja nokkra línur frá okkurum sem að þekki staðin bara svona og þú veist þetta er hann einmitt sko og þú sérði þig blikkandi á GPS-kortin á meðan og ég geti bara sagt sögur sko að við fórum í Eldvatnið í vor í Ávalli aldrei komið hana og ég held að væri nú bara svona þú veist í einfeldni minni, ég held að væri svona minnivallalegja dæmi sko og þetta var nú bara alls ekki sko Nei, þetta er alveg fljót þetta er fljót sko og og erfitt að lesa í þetta er ungur hraunni og svona bara glompur og þetta er töff sko nema hvað leigutæki Eldvatns hann Jón, hann setti inn sem sagt, náttúrulega með veiðbókina frá okkur og hann setti inn lýsingar og svona loftmyndir af stöðunum Já, hann er búin að merkja svona tökustæði hvar átt að vaða og hann er sko búin að merkja hvar átt að standa því að það er ekkert djóka að vaða þess á sko Nei. Ég þurfti nú að skilja laxaháf eftir út í henni það bara, hann festist í kviksyttir og þú veist og veiðfélagin fór úti og var að vörka hann er að losna svo kom bara skaftið og bara taka bara svona voldu að laxa og þetta var ekki að fara neitt sko. Nei, það er einmitt einn þú veist, við fórum að fyrsta staðin sem við fórum á að Villi og Valli var á okkur símafund út í bíl og ég fer yfir fyrir ofan var einmitt þarna alveg ykkur Hvor megin þetta, húsmegin vestur austamegin þess að þá við lögðum húsmegin og ég óði yfir fyrir ofan fór í gegnum allar þessar hraunskompur Þetta er ekki djók sko Nei, þetta er ekki djók Svo komin hann út á litlu eigin að fara á milli litlu eigin Jesús maður Það er bara upp að geruvörtum sko Það er heppinn að hitta það En það sem var geðveikt, ég komst náttúrulega þú veist, 2 metrarnir sem ég er og en svo var Valli búin að vera símafundi ykkur 1,5 tíma eitthvað, ég á búin að vera eitthvað brans og svo sem ekki búin að fá neitt en svo ákveði ég bara þú veist, svo er litli að fara að gera sig klæða og spenntur og alltaf verður náttúrulega bara að hlaupa yfir þetta eins og hann gerir hann yfirleitt svo gerir ég laxa á bara einhvern veginn skilja það er alltaf einhvern veginn allan að hausinu upp það er ótrúlegt það er eitthvað sem að þú veist, enginn mun aldrei skilja þannig að ég er að veiða þarna sé að hann er að fara að vaða yfir og ég ákvað bara þetta verður geðveikt spól inn og sest bara á bakkan ég ætla að sjá þetta þetta var geggjað sko litlu hólinu bara lappa örgrunnu vatni og svo bara allir onni þetta var hann sko ég hef mitt kála mér hann einu svona onni einhverja hólur og allur blóður á höndunum maður og ég held ég að vera með eitthvað þvílíkan drega sem var að draga með það niður það var ég bara að setja í bakið á einum 60 metra alveg allur blóður Nei, hann en já, það sem ég ætla að segja eins og með angling sko, það gekk, svo endaði með það gekk rosa vel sko, vorum hann í 3 vaktir og lönduðum ykkur 16 fiskum og það var bara því að þakka að við höfum upplýsingarnar inn á angling sko
bara Geta fyrsta bara- leið hvert áttum að fara til að ráta staðina og svo náttúrulega bara hvernig áttum að veiða það sko. Já. Ég get sagt það ef við, þú veist, ef við ekki haft þetta það hefði verið algjörlega lost sko. Hún ekkert frábæla mert sko, þannig séð og hún samt mert en þú veist, svo kemur það bara Já, þú veist, hún ekkert búin að grafa sér eitthvað farveg það Nei. sem svona, þú veist, þetta klassíska hérna, Whitewater Efst Hylur, Nei. Tail Nei. þú veist, þetta er bara, það er ekkert já, hún er bara svona grunn og svo er bara glompa hérna Já. og það er fiskurinn Já. og eitthvað svona Já, mögnuð á í rauninni sko, æðislega og fárleg fiskar hana alveg fárunlega sko. bara geðveik á sko. Þannig að þannig já, þetta er svona þetta er að færast í rétt átt Já, ég held að, Eftir- mér eftir er 5 svona ár. ænglinga Q að fundi sinn farveg Já. sko. Þú veist, þeir eru ekki að sigra spotti sigra Instagram Nei, en svona, þú veist já, þetta er sexy sko. þetta er að vera það En svo eru náttúrulega ný verkefni á svona dagskránni hefði núna. Já, Þú ert að vinna fyrir legutaka strömmferðar Já. Stangó lit frá sér í haust já, og og þú ert svona að sjá það batteri að selja veðilefin Já, og ætlar að vera eitthvað að gæta eða ferða austur eða? nei, ég verð þarna að gæta eitthvað og er bara að sjá þetta Já, bara staðarhaldari. Já, og alveg frábært tækifæri í rauninni sko. já, og geggjuð á já, þetta er flott á já, og þetta er á sem ég held að eigi alveg helling inni Hún alltaf Stangó ekki búin að vera hefnir sko. Nei, nei, Það verður að nei, alls viðurkenna, ekki, sko. Og Borga alls mikið ekki. fyrir hana og svo bara kom lagsin ekki eins og í fleiri ám á Vesturlandi síðan ár sko. algjörlega og alls ekki beint að stanga sko. bara svona í gegnum árin þá held ég að sé búið að svona kannski drepa aðeins svo mikið úr henni Já, það er Já, alltaf alveg svona klárlega. mín skoðun sko. já, og þannig að við ætlum að introdúsa við að sleppa já. pröfa það allavega Og er þá 4 stangir allan tíman 4 stangir allan tíman, já allavega í sumar og option á self-cateringu eða? það er svona, það er svona aðeins verið að tekna það. Já, ég veit að bændunni vilja náttúrulega hafa þetta allt í cateringu eins og þetta var, þetta er náttúrulega Já, já. svona eining á mörkunum sko, þetta var alveg dýrt og svona Já, þetta er svona alveg mörkunni sko. og þetta er alveg svona hvað maður segja, tough operation sko, þú veist, að reka full catering veiðuhús í 4 stanga ár sko. Já, fyrir kannski 4 kalla eða 4 veðina Já, og hvernig maður nú ekki kalla þetta Nei, það er ekki við erum ekki að greipna með allt nýrum okkur það sko. þannig að já, það er rosa spennandi verkefni sko. Já, þetta er svona þú ert komin sko söðvestu fyrir Holtárið, það voru eiginlega svona ekkert verið mikið þar Nei, alls ekki sko. Alls ekki og en það er nú svo er það bara önnur Bara nýtt gáta ævintýri. að ráða sko. Já. Þú veist, það er haustið á Vesturlandinu Já, geggjað já, bara geggja sko. Svo, þetta er allt gaman ég hef líka að prófa þarna, það er nú þú veist, flotta bleikjur þetta niður frá sjóbrytingur og maður er í treffiskiri og Já. það er að labba þarna alveg lengst niður yfir já, er ennþá það er nú þarna, er ekki 2 þeirra þarna Grímsá og eitthvað sem er veitt í það er 3 með sér, önnur þarna ofar jú, sem það er bændurnir eru með sjálfur já, það er Laxá og Grímsá og Foskrúð já, þessu 3 og þær eru ekkit inn í þessu eða nei það er, þú veist, eitthvað bleikju og þetta Laxá er leið út sko. já, og eitthvað Lax sem gengur í hana er þessi efsta, er það foskurða? Grímsá og Foskrúð koma sem sagt, í hana bara á sama stað við neðra ármót einmitt og svo, og Laxá er síðan neðar ok, það er hérna við erum í litlu veðifélagi og það er hérna einn tengdasonur úr sveitir sem að hirti hérna einhvern tímann byggar stærsti stangaði til lagsin í þessu veðifélagi og hann var tekinn hann úr einhverjum læk sko sett á hausti og stóran tópi já, hann var mældur held ég sko 85 cm hauslaus að bænda svona sið sko þannig að við gáum hún bara byggarinn sko það var eitthvað sirka á hausinu á smæng 85 já, þú veist ég geta aukst að grafi upp fyrir sem mynd á hann hann með sko málband hauslaust lags og hann fristikistu sko klassist já, þetta var alveg bara svona blast of the past sko.
Já, þannig að Þannig að það verður ótrúlega spennandi. Já. Laka til. Heyrðu, þá svona í niðurlaginu, hvert ætlar að fara sjálfur að veiða 2021? Hvað nýtt? Ekkert planað, ekkert nýtt planað. En ég ætla að komast í Hófsóna. Já. Og finna alltaf það nokkru sem í Kvíslina. Og svo langar mér hrikalega mikið aftur í Laxárdalinn. Við fórum þangað náttúrulega síðasta eða í sumar. Gerðu rokna veiði þar, var það í opninu? Nei, það var 13-16 júní. Gekkjaði tími með þér. Já, þetta var bara sturlað. Þetta var nú svona jaðraði við einhverju meti þarna hjá ykkur frendunum? Já, það var alltaf einstætt að vera með Valla í hvort þeirri Laxárdal eða Mývatnssveit, hann hefur eitthvað auka skilning að vita á þetta hvar fiskurinn er. Já, það er bara hannig. Og það er kannski ágætt að byrja það að ég var einmitt þarna í sumar, ég svona þekki Mývatnssveitina betur sko, þannig að ég er nú búin að fara alloft nýri Laxárdal en þú veist, þetta er bara erfitt, það er erfitt að lesa í þessu sumar stóru staði. Alveg svakalega sko. Og það er ekki síma samband þarna, þannig að þú veist, anglinga IQ-kortið er ofta erfitt sko. Og en ég var þarna á ágætis veiðistað, Geitanefi, og við vorum búin að fá 2 sko, og þá poppa bara einn síma samband og ég er úti, eitthvað lengst úti, svona alveg að dansa á þessari ímynduðu miðlínu sko. og næja ringja í Valla, bara eitthvað, ég er úti í Geitanefi maður, ég veit eiginlega, þú veist, það er ekkert, hvað, þetta er allt örgrund og hratt og hann bara, skellt á mig, sendu mig mynd og ég ringi tilbaka. Ég sendi hann mynd bara þessi stend, hann ringi tilbaka, 6 skref til að hægri og svona 5 metra kast. Ég bara, ok, svo sendi ég hann bara mynd að 68 cm þessi tók í fyrsta kasti. Þetta var galið. Já, þetta er bara galið, það er galið, hann má nú eiga það maður, það er rosalega að vera með honum hann sko. Já. Þetta er ekki, þú ert ekki að kasta í einhvern hil þar sem er fullt af viski. Það er 1 bak við þennan, það er búin að taka hann. Það eru 2 bak við þennan hann. Einmitt, þetta er þannig sko. Búin að taka það báða, það er að fara þarna. Þetta er alveg, svo er þetta bara, þú veist, svo virðist fisknum vera að fjölga þarna og stækka. Veiðaslepa maður. Veiðaslepa, þetta er... Veiðaslepa, það virkar stundum. Það er ótrúlega hlutvallan yfir 60 cm stafnum virða. Já. Ég held að þessum 40, hvað fengum við, 42 fiska eða eitthvað. Af þeim voru, þú veist, það voru innan við 10 undir 60, sko. Já, það er rosa. Það er galið, sko. Alltaf júní í Laxárdalum, púpuveðmaður, þú veist, alltaf tekur þurrfluguna um bís, sko. En þú veist, ef þú tilbúin að vera líka bara svolítið duglegur, ég er ekki að tala þessa tölur kannski sem að Nei. Þú veist, þú ert bara tilbúin að vaða og kasta stutt, þungum púpum, festa mikið, endalegt skipta, þá ert alltaf að tóka upp 1 og 1 svona, og alla líkur að hans yfir 60. Já, það eru góða líkur á því. Maður á ekki að vera að gera sér þetta svona fyrir jól að vera að rifja þetta. Nei, alls ekki, sko. Þetta er umlegt. Það er bara masokismi. Nei, nú maður þarf nú að vera, reynir nú alltaf að horfa þetta frekar bjarsýn, sko, þú veist, þetta er nú eins og ég horfið svona á árið sko, þetta er, veiðisvísun er búið 2008 þá kemur 10 dagar pása svo kemur rjúpan nóvember og líður nú frekar hratt svona út af því svo er bara jólin og stemming skilur og svo er bara sólin farin að hækka á lofti 22. des sko og voru bara rétt handað á hodni frábær leið til að horfa ég meina maður er ótt að fara að veiða í febrúar sko og mars sem maður er eitthvað kjúklingur það er bara, ef ísinn er ekki áni það er bara nei, ég meina höfst there's grass on the pitch, play ball eða jæja ég er það sjökar í ruggljóðli ég þakkaði bara að kella að vera komin að í hilin og bara gott spjall bara vegna er frábælega bæði mestur umferða og svo IQ og náttúrulega hvetjum alla til að ná í anglinga IQ ekki spurning, beint í það þakkaði kella takk fyrir